Nú þarf að taka balsalista 9x9, það er það sem að kallar á teikningunni 9x9 mm balsa, en er í rauninni 3/8 sem að gera svo mikið sem 9,6, og þetta þarf að líma inn í hornin á skrokknum frá rifi F4 aftur að F10. Til þess að þetta leggist sæmilega inn í hornin, þá þarf að taka nokkur sagarspor upp í og leyfa balsanum þannig að þá er komið að því að líma bakið á módelið og loka því þar með. Ég er að sjálfsögðu búinn að fjarlægja alla títuprjónuna. Það fann nú kannski ekki endilega því að þetta opnast, hliðarnar á botnin opnast og það er að komast að þeim, en prjónarnir eru farnir og ég byrja á því að líma F23 aftan á flugmannsklefann. F23 það er ekki alveg saman hvernig það snýr, svo það að passa sig á því, og síðan kemur F22 aftan á. Það er náttúrulega fest niður með límbandi og glemmum, og eftir að það er komið á, þá er skrokkurinn orðinn vel stífur og réttur. Þetta hjálpar allt til að rétta skrokkinn af þegar maður setur. Hérna er ég búinn að forma til F12 og koma því fyrir hérna aftast, og nú þarf ég að gera það sama við F11. Nú þarf ég að líma þetta í, síðan tek ég hérna innan úr þar sem stélið kemur eftir að þetta er orðið hart.
Nú er komið að því að taka límbandið af og fjarlægja það sem fyllir hérna upp í götin. Ég veit að þið nennið ekki að horfa á mig að rífa allt þetta límband af, svo að nú skulum við bara nota galdra og það er farið. Svona á að gera þetta. Nú ætlum við að fjarlægja allar þessar plötur, létta skrokkina aftan hérna, og við notum auðvitað járnsagablaðið til þess. Síðan er ágætt að nota sandpapír til þess að slétta aðeins brúnina. Ég veit að það kannski þarf ekki, en það gæti komið fram í klæðningunni. Hérna er þá skrokkurinn með gött og það sem var í götunum er hér, og ég var að velta fyrir mér hvað þetta geti hugsanlega verið þungt. Þannig að ég náði viktina og þetta er svo mikið sem 182 grömm. Framparturinn hérna og lokið sem kemur hér eru búin til úr svona þykkum balsa. Þetta er einir 13 mm og það límist hér niður og þessi partur hérna er laus. Ég ætla að nýta mig það að ég á bandsög, saga út 3 búta, eitt sem kemur hér og þá 2 sem koma hér. Nú ætla ég að líma saman þessa 2 búta hérna og ég geri það með svona meðalþykku sekundulími. Ég nota kvata og pakkalímband. Það er ágætt að nota pakkalímband, ekkert annað. Það límist ekki fast við sekundulímbandið.
Nú þarf að skáskera báðar þessar spýtur svo þær falli saman og það er gert með balsahefli. Þetta er alveg ágætt. Aðeins að nota sandpappírinn á þetta. Fitta það aðeins betur, annars er þetta komið. Nú ætla ég að líma þetta framstykki niður með epoxy. Það notar alltaf epoxy lím þar sem mótorinn er, því það geta komið alls konar olíur og drulla úr honum. En ég nota sem sagt epoxy lím á þetta og fergi þetta niður. Ég er búinn að gera hérna lokið og ég nota það til þess að staðsetja þetta húdd eða framhluta. Þá er skrokkurinn að mestu kominn og aðeins tvennt sem á eftir að gera. Ég ætla að útbúa einhvers konar festingu hér fyrir þetta lok og ég var að hugsa að í staðinn fyrir að vera með teygju eins og hann sýnir á teikningunni, að vera með svona segulstál til þess að halda lokinu á sínum stað. Og hitt sem vantar að gera er að útbúa hjólastellið að aftan, stélhjólastellið. Ég er nú ekki alveg ánægður með hvernig hann sýnir það á teikningunni, mun útskýra það síðar, en ég er að sleppa því akkurat í augnablikinu. En það síðasta sem hann nefnir á þessari blaðsíðu er að nú megi pússa allan skrokkinn og gera hann tilbúinn fyrir klæðningu. Ég er nokkuð viss að þið nennið ekki að fylgjast með því. Það má kannski nefna að alls staðar þar sem þarf að fylla eitthvað, þá ætla ég að nota þetta hér. Þetta er Red Devil One Times Backling. Þetta er mjög létt og þægileg fylling og mjög gott að pússa hana. Þá ætla ég að segja skrokkinn útskrifaðan í bili og næst byrjum við á vægnum.